Kæru frummælendur, fundarstjóri, ég vil bjóða ykkur velkomin á þennan opna fund Heimssýnar, samtaka Evrópusambandsandstæðinga með forystumönnum þeirra flokka sem að samkvæmt síðustu skoðanakönnunum verða með menn kjörna við næstu alþingiskosningar. Heimssýn hyggst með ýmsum ráðum beita sér í þeirri kosningabaráttu sem framundan og þvert á flokka. Og þessi fundur svona upphafið að þeirri vinnu. Ég vil biðja Pál Magnússon, útvarpsstjóra, að taka hér við fundarstjórn og hann stýrir síðan fundarröð. Við fáum framsögur og síðan spurningar úr sal. Gjörðu svo vel. Góðu fundamenn, mér hefur verið falið af fundarboðendum að stýra þessum fundi að talsverðri hörku, þó ekki dónaskap. Það til þess að gera knappur tími. Meiningin að klára þetta á það bil klukkustund eða svo. Frummælendur fá 5 mínútur hver sig í framsögu og ég mun hafa þann háttinn á að svona þegar hálf mínúta eftir af þeim 5 mínútum þá mun ég gefa þeim kurteislegt merki þannig að þeir viti að þeir hafi svona 30 sekúndur eða svo til að ljúka máli sínu. Fundarmenn vil ég biðja svo að vera knappa í fyrirspurnunum. Þetta ekki vettvangur fyrir fyrirlestra af þeirra hálfu þó að það sé auðvitað mönnum leyfist nú að hafa smá formála að spurningum sínum. Og það hefur verið niðurstaðan að menn taki til máls eftir því sem frummælendur eftir því sem þeir hafa raðast mér hér á hægri hönd og þeir hafa svona með slembi aðferð hérna komið til sætis og þá ekki eftir neinu að bíða. Ég held að það sé óþarfi að kynna þessa fræknu menn alla. Sigmundur Davíð, gjörðu svo vel, þú byrjar. Fundarstjóri og góðir fundamenn, ég þakka Heimssýn fyrir að standa að þessum fundi sem að kannski markar upphafið að umræðinu Evrópusambandið í aðdraganda kosninga. Og það veitir ekki af að ýta undir umræðum þessi mál, eða kannski réttara sagt að koma umræðum Evrópusambandsmál í eðlilegt horf. Vegna þess að umræðum þessi mál á Íslandi hefur verið á margan hátt mjög undarleg og afvegaleiðandi. Hún hefur síðustu misserin snúist það hvort að það sé rétt annars vegar að halda áfram einhverju sem stillt upp sem könnunarviðræður til þess að athuga hvað býðst ef menn vilja ganga í Evrópusambandið og hins vegar hvort að hætta slíkum könnunarviðræðum. Þetta ekki það sem felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Þetta hefur Evrópusambandið margítrekað reynt að útskýra fyrir Íslendingum. Þetta umræða sem hvergi hefur tíðkast annars staðar og menn kæmust hvergi upp með annars staðar en á Íslandi. Aðilar innan Evrópusambandsins og meira að segja stækkunarstjórinn sjálfur hafa margreynt að útskýra fyrir Íslendingum að þegar menn sækjum aðild að Evrópusambandinu þá felist í því yfirlýsing að menn vilji ganga í Evrópusambandið og laga sig að þeim reglum sem þar gilda. Það ekki til neitt sem heitir að leita tilboða í Evrópusambandinu. Það ekki einu sinni til neitt sem heitir samningaviðræður eins og kemur fram í leiðavísi stækkunarstjóra Evrópusambandsins fyrir þjóðir sem sækjum aðild. Það sérstaklega varað við því að nota orðið samningaviðræður vegna þess að viðræður við Evrópusambandið snúist það með hvaða hætti umsóknarríkin ætla að aðlaga sig að reglum sambandsins. Þessar reglur, 100.000 blaðsíður af þeim, eru óumsemjanlegar. Enda kallar upp á frönsku acquis sem þýtt sem það sem hefur verið samþykkt. Svoleiðis að umræðan á Íslandi það að við verðum að halda áfram viðræðum til þess að sjá hvað í boði eru bara afvegaleiðandi og ósannar. Menn vita hvað helst í aðild að Evrópusambandinu. Og þetta halda menn stöðugt áfram að reyna að benda Íslendingum á, engu að síður heldur þessi undarlega umræða áfram hér. Og þess vegna hefur ekki orðið umræðum það sem ætti að ræða þegar að Evrópusambandinu kemur, hentar Evrópusambandið Íslandi. Viljum við gerast aðilar að Evrópusambandinu og fylgja þessum 100.000 blaðsíðum af reglum þess? Hvað mig varðar ætti svarið við þeirri spurningu tvímælalaust að vera nei. Fyrir því eru margar ástæður, en ég held að Daniel Gross, sem forstöðumaður Evrópufræðastofnunarinnar í Brussel,
hafi tekið það ágætlega saman í eina setningu. Því að hann mikill Evrópusambandssinni og hefur starfað fyrir Evrópusambands umsóknarríki, nokkur held ég. Og mikið verið leitað til hans í erlendu fjölmiðlum að undanförnu til þess að heyra mat hans á Evrópukrísinu núna. En hann sagði, já, ég myndi mæla með því við öll ríki Evrópu gangi í Evrópusambandið, nema eitt, og það Ísland. Ástæðan sú að Ísland svo gjörólíkt öllum öðrum Evrópulöndum á því leyti að tækifæri ykkar eru svo gífurlega stór til framtíðar, auðlindirnar ykkar eru svo miklar, staðsetning landsins mun skipta svo miklu máli til framtíðar að ef þið leggið þetta í púkkið með Evrópusambandinu, 300.000 manna þjóð, munum við alltaf koma út í tapi. Þannig að þetta spurning það, höfum við ennþá trú á því að það sé Íslandi fyrir bestu að við ráðum málum okkur sjálf. Og ef við erum búin að glata þeirri trú, núna þegar við erum búin að byggja upp þetta samfélag Íslands sem við lifum í, já, þá þykir mér það fremur aumt með að við það að menn skuli í miðja 19. öld og við upphaf þeirrar 20. þegar Ísland var innan við 100.000 manna land, eitt fátækasta land Evrópu, engu að síður hafi verið sannfærður það væri landinu fyrir bestu að ráða eigin málum. Þá var ekki efi það, þegar aðstæður voru jafn erfiðar og þá var raunin. En ef menn nú, eftir að sjálfstæði Íslands búið að tryggja okkur þá velsæld sem að hér hefur þrátt fyrir allt byggst upp á 20. öldinni, gerði Ísland að einni mestu framfara sögu heims á 20. öld, ef við erum eftir allt þetta búin að missa trúna á að Ísland eigi að ráða sínum málum sjálft og það sé því fyrir bestu, þá hef ég verulegar áhyggjur af framhaldinu. En ég reyndar hef enga trú á því að Íslendingar séu búin að missa trúna á sjálfstæðið, séu búin að missa trúna á mikilvægi þess að fá ráðið eigin málum. Við sjáum það nú bara í könnunum, við sjáum það í staðfestu Íslendinga gagnvart erlendu afli. Jafnvel þegar að virðist vera við ofurefli valds að etja, þá láta Íslendingar ekki buga sig. Vegna þess að þeir vita að ef að þeir standa saman út á við og verja eigin hagsmuni, stýra þeim sjálfir, þá það besta leiðin til að tryggja framfærir og velsæld á Íslandi. Svo hefur verið raunin og svo verður raunin til allra framtíðar. Takk. Dr. Sigmundur fyrir Bjarni Gjörðarsson. Já, fundarstjóri, ég vil sömuleiðis þakka heimsinn fyrir að efna til þessa hádegisfundar hérna framtíð viðræðnanna. Við gætum verið komin hér saman til þess að ræða hvort Ísland ætti heima inni í Evrópusambandinu eða utan þess, og eflaust munum við ræða það talsvert. Við ætlum líka að ræða þetta hver á framtíð samningsviðræðnanna að vera. Mín skoðun sú að við í Sjálfstæðisflokknum höfum komist að góðri niðurstöðu með því að leggja áherslu á það að viðræður sem í reynd strand, viðræður sem að þokast ekkert vegna þess að fyrir þeim ekki pólitísk forysta hvorki á þingi né í ríkisstjórn og byggir ekki á vilja fólksins í landinu, að þær viðræður eigi að stöðva og ekki að halda þeim áfram fyrr en að vilji þjóðarinnar hefur verið leiddur fram í almennri þjóðaratkvæðagreiðslu. Eins og ég kem hér inn á eru fyrir þessu pólitísk rök, mjög sterk. Við höfum öll fylgst með því hvernig ríkisstjórn sem í upphafi sagðist svo áhugasöm að leiða viðræðurnar til lykta á þessu kjörtímabili, hvernig henni hafi verið mislagðar hendur allt þetta kjörtímabil vegna innanmeina ósamrýmanlegra sjónarmiða það hvernig viðræðurnar ættu fram að ganga og hvernig stilla ætti fram okkar sjónarmiðum undir viðræðuferlinu. En við höfum líka séð margt annað. Við höfum líka séð Evrópusamband sem að taka mjög miklum breytingum. Hlutir sem voru óhugsandi þegar Ísland lagði fram sína aðildarumsókn hafa raungerst í millitíðinni. Ég nefni sem dæmi að Evrópusambandsríkin hafa á undanförnum 2 árum í stórauknum mæli tekið það ákvörðun að aðildarríkin þurfa að framselja aukinn hluta af ríkisvaldi sínu til sameiginlegra stofnana til að ná hinum sameiginlegu markmiðum ríkjanna, einkum á sviði samræmingar á banka- og fjármálasviðinu. Þessi hlutir voru óhugsandi fyrir skömmu síðan og hann orðaði það þannig formaður utanríkismálanefndar Bundestag þegar við vorum með forseta Alþingis á ferðalagi fyrir skömmu að Evrópusambandið væri einstefnugata.
það væri bara ein leið. Hún leiddi til aukins samruna Evrópusambandsins. Menn getur ráðið því hversu hrattir færi eftir þessari götu, en það var ekki hægt að aka í öfuga átt. Allt þetta ætti okkur líka að vera til umhugsunar. Og efist menn getu sjálfstæðra þjóðar til að bjarga sér í samskiptum góðum við Evrópusambandið á grundvelli EES-samningsins eða yfir höfuð til þess að gera samninga við önnur ríki, stórveldi jafnvel, þá ætti að duga mönnum að líta á velsældina í öðrum ríkjum sem eru í sambærilegri stöðu, til að mynda hjá Noregi eða hjá Sviss. Og mætti ég líka benda á það að við Íslendingar erum þó nógu merkilegir til þess að jafnvel Kína sér ástæðu til þess að láta það reyna að leiða til lykta við okkur fríverslunarsamning. Það sem skortir í umræðinu framhald viðræðnanna og varðandi spurningunum það hvort við eigum að halda okkur innan eða utan Evrópusambandsins einfaldlega þeir sem vilja ganga í Evrópusambandið eins og það er. Hvar eru þeir? Hvar eru þeir sem fyrirvaralaust vilja ganga í Evrópusambandið eins og all hin ríkin hafa gert það? 27 aðildarríki hafa komið sér saman reglurnar og lögin, en á Íslandi fer mest fyrir þeim sem tala hinn stórkostlega samning sem í vændum er. Jafnvel utanríkisráðherrann ekki tilbúinn til þess að tala fyrirvaralaust fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið, eins og Bretar og Írar og Slóvenar og Ítalir og allir hinir eru í Evrópusambandinu. Og hagsmunamatið sem við höfum gert í Sjálfstæðisflokknum hefur ekki breyst, sama hversu oft málið hefur verið skoðað, og ég tek fram að það hagsmunamat. Hér ekki nein trúarbrögð að ræða. Ég fyrir mitt leyti horfi á Evrópusambandið sem okkar mikilvægasta viðskiptaaðila. Við erum ekki bara landfræðilega tengdir þessu svæði, heldur líka menningarlega og í viðskiptalegu samhengi. Og við eigum góð samskipti við Evrópusambandið. Þess vegna finnst mér ekki fara vel á því að menn tali illa þessa vini okkar og viðskiptafélaga. Þvert á móti erum við með samning sem enn í fullu gildi. Það ber of mikið á því að menn grafi undan þeim samningi. Til dæmis birtist núna í nýjum stjórnarskrárdrögum tilraun til þess að láta undan kröfum Evrópusambandsins að fá til sín aukið vald sem í dag tryggt okkar stofnunum í EES-samningnum. En það engin ástæða til þess að gefa undan slíkri þróun. Engin ástæða. Ég læt það verða mín síðustu orð að framtíð samningsins eins og ég nefndi hér í upphafi best geymd með því að við stöldrum við, metum þetta ferli allt saman aftur frá grunni, lærum af því sem gerst hefur í millitíðinni, skoðum hvað að gerast í Evrópusambandinu, metum okkar stöðu og treystum síðan þjóðinni til þess að taka næstu skref. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir Bjarni Árni Páll. Góðan daginn, góðu fundamenn. Ég þakka fyrir þetta tækifæri að koma hingað. Ég nýkominn úr langri fundareisu og hef eiginlega bara talað við stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu á þeirri löngu vegferð. Og það gaman að fá að tala yfir efasemdamönnum, enda trúi ég því að þegar menn boða nýja sýn eigi þeir að tala við þá sem að geta ennþá skipt skoðun. Það eru mikil tækifæri sem felast í aðild að Evrópusambandinu. Og Bjarni auglýsti eftir þeim sem sjá það sem raunverulegan ávinning og ég einn þeirra. Það byggir á ísköldu hagsmunamati. Ég efaðist síðasta vor og síðasta sumar þegar ég horfði á þróun undanfarinna ára og í ljósi lærdómanna sem ég hafði dregið af Icesave-málinu. Og ég nærði efa minn allt sumar. Ég efaðist raunverulega frá dýpstu hjartarótum hvort að þetta væri skynsamleg leið. Og afraksturinn sjáið þið í því miður allt og löngum og allt og mörgum greinum sem ég skrifaði í sumar og haust þessi mál, en niðurstaðan algjörlega skýr og fyrir því farið óhrekjandi rök að það efnahagsleg nauðsyn fyrir íslenska þjóð til þess að hún nái að valda fullveldi sínu, til þess að hún nái að hafa stjórn á eigin málum, að verða hluti af Evrópusambandinu. Og það efnahagsleg nauðsyn vegna þess að við verðum að gefa íslensku fólki rétt til þess að fá laun í þeim gjaldmiðli sem það skuldar í. Árið 1901 fékk íslensk alþýða þá réttarbót að fá borguð laun í þeim gjaldmiðli sem hún skuldar í.
Skulum láta fundinn hafa sinn gang. Já, 1901 fekk íslenska alþýða þá réttarbót að það voru samþykkt lög á Íslandi að það skyldu greidd laun í gjaldgengum gjaldmiðli. Þetta var að frumkvæði Skúla Thoroddsen sem ég veit að Ragnar Arnalds þekkir vel til og hans stjórnmálasögu. Og markmiðið var gjaldgengur gjaldmiðil, ekki ógjaldgengur gjaldmiðil, gjaldgengur gjaldmiðil sem hefði raunverulegt virði jafnt hér á landi og í öðrum löndum. Það var algjörlega ljóst að það hugsunin og ef þið lesið aðfararorðin af frumvarpinu, umræður og alþingi þá liggur það ljóst fyrir. Og af hverju vegna þess að fólk bjó við þann órétt að það var hægt að rýra kjör þeirra einhliða af þeim sem að réðu verði á vöru í landinu. Fólk bjó ekki við þann þegn rétt að vita á morgun hvað varan kostaði það vegna þess að það var hægt að breyta verðinu einhliða. Þennan ávinning bjó íslenskt launafólk við, gengistryggð laun. Í 19 ár, þar til krónan var aftengd þeirri dönsku og aftengd gullfætinum og breytt í inneignarnótu hjá kaupmanninum. Við búum við það ein þjóða í Evrópu að það einhliða hægt að breyta kaupmætti okkar með gengisskráningu með stórkallalegum hætti og með hrikalegum afleiðingum fyrir íslenskan almenning. Afleiðingin er krónískur skuldavandi, krónískir erfiðleika fyrirtækja hér til að hasla sér völl og sú staðreynd að samkeppnishæf þekkingarfyrirtæki flýja reglulega landið. Og það þetta rótarmein sem við verðum að uppræta og við verðum að gefa íslensku fólki, íslensku launafólki sama rétt og fólk býr við í öðrum löndum að búa við gengan gjaldmiðil sem hefur raunverulegt virði og sem hægt að eiga viðskipti með í öðrum löndum. Og það eru þau mannréttindi sem þessi spurning snýst EES og áframhaldandi vera þess komin í verulegt öngstræti. Framundan eru breytingar sem fela í sér að í ríkari mæli, eins og Bjarni Víki sagði hér í áðan, verið að ætlast til þess að við afsölum stofnunum Evrópusambandsins, stofnunum sem við erum ekki aðilar að valdi. Og ég bara verð að segja eitthvað eins og ég er ekki það mikill aðdáandi Evrópusambandsins að ég sé tilbúin að afhenda þeim fullveldi Íslands. En ég er tilbúin að deila fullveldi Íslands á vettvangi Evrópusambandsins, setja þar borðið og njóta ávinnings af því að vera þar. Vandinn auðvitað þessi sem Sigmundur sagði hér áðan hvort að við verum að gefast upp á að ráða eigin málum. Hugmyndin að vera áfram í EES og láta með þeim hætti tærast upp sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar og breyta fullveldarinnar í eitthvað formlegt þykistuplagg. Það það sem en raunverulega hætta á að við ráðum ekki lengur okkar málum. Það liggur líka fyrir að í bígerð umgjörð nýs bankasambands á vettvangi Evrópusambandsins sem mun henta íslensku samfélagi vel í ljósi hrunsins og í ljósi reynslunar á Icesave-málinu. Það orðið illmögulegt verkefni að finna lausn á því að afnema höft samhliða íslenskum gjaldmiðli, samhliða því að reka íslenska krónu. Og það algjörlega óútfært af þeim stjórnmálaöflum sem vilja loka landinu og vilja passa að loka þeim möguleika við göngum inn í Evrópusambandið, hvernig það á að vera hægt og hvernig önnur framtíðarsýn á að geta virkað. Og því segi ég, fyrir þjóð sem nýbúin að upplifa efnahagslega ógn af sjaldgæfri stærðargráðu, það mikill ábyrgðarhluti að loka leiðum á óþörfu. Takk fyrir. Fundarstjóri og góðir fundarmenn, ég vil eins og aðrir líka þakka fyrir þennan fund og fá tækifæri til þess að ræða stöðuna í aðildarviðræðum við ESB þessar myndir, enda gefa þær tækifæri til þess að ræða málið á opinn og öfgalausan hátt hagsmuni Íslands í bráð og lengd. Ísland hefur langt skeið átt náin samskipti við Evrópusambandið á fjölmörgum sviðum. Mörg þessara sviða okkur gríðarlega þýðingarmikil, en jafnframt hefur það lengstum verið skoðun þjóðarinnar samkvæmt könnunum að minnsta kosti að Ísland ætti ekki að gerast aðili að Evrópusambandinu. Vissulega hefur þjóðin ekki alltaf verið eins stemd frá einum tíma til annars í þessu efni og hið sama á raunar við hið pólitíska landslag. Vinstri græn mótuðu þá afstöðu strax við stofnun flokksins að Ísland ætti ekki að gerast aðili að Evrópusambandinu og það ætti að þróa samskiptin við sambandið yfir í tvíhliða samninga á sviði viðskipta og samvinnu. Í grundvallaratriðum þá hefur þessi afstaða ekki breyst, enda þótt að hafi verið skiptar skoðanir í okkar röðum eins og í öðrum flokkum hvernig þetta nálgast þessa umræðu og hvort og þá hvenær
og hvernig væri ástæða til þess að leiða hana til lykta. Á landsfundi flokksins árið 2009, en landsfundur fer með æðsta vald í málefnum flokksins, þá var samþykkt ályktun sem lagði auk andstöðunar við ESB-aðild áherslu á opna og lýðræðislega umræðu málið og þjóðin ætti að ráða niðurstöðunni í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var eðlilegt við þær aðstæður sem nú voru uppi áramót að endurskoða ferlið. Það var ekki síst eðlilegt vegna þess að margir höfðu bundið þær vonir að það væri hægt að Niður með spjaldið strax. Ég er ekki að trufla. Niður með spjaldið. Ég er ekki að trufla. Niður með spjaldið annars verður við yfirgefa fundinn. Niður með spjaldið annars verður við yfirgefa fundinn. Þetta er ekki ókurteis. Þetta gerði þið á þingi sjálfur. Niður með spjaldið annars verður við yfirgefa fundinn. Niður með spjaldið strax. Eins og ég segi þá var það eðlilegt að endurskoða ferlið í viðræðunum núna miðað við þá stöðu sem var uppi. Það voru væntingar margra að undir það ljúka aðildarviðræðunum á yfirstandandi kjörtímabili og það væri hægt að kjósa niðurstöðu þeirra, kannski ekki síðar en í samhliða þeim kosningum sem nú fara í hönd. Það eru vonbrigði að það hafi ekki tekist að hefja viðræður, hvað þá ljúka þeim, mikilvæga málaflokka eins og sjávarútvegsmálin og landbúnaðarmálin. Og það var fyrirséð í raun strax í haust að þessi staða yrði uppi þegar kæmi að kosningum í vor. Og það var okkar mat í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði að þar sem að þessir þýðingarmiklu málaflokkar væru ennþá í þeirri stöðu sem raun bar vitni, að þá væri eðlilegt að gera hlé á viðræðunum og halda þeim ekki áfram og að nýtt Alþingi með nýtt umboð og ný ríkisstjórn gæti þá tekið afstöðu til þess og ef niðurstaðan yrði halda áfram viðræðum að móta þá samningsafstöðu Íslands í þessum mikilvægum málaflokkum. Þess vegna tel ég að það hafi verið rétt og skynsamlegt skref. Það er mikið ákall í samfélaginu breytta umræðuhefð. Það er sannfæring mín að þjóðin eigi að ráða þessu máli til lykta og ég held reyndar að það séu allir sammála. En það eru skiptar skoðanir ferlið sjálft og það hvernig við nálgumst þetta viðfangsefni og eins og ég sagði áðan, hvernig og hvenær við ráðum því til lykta. Því hefur verið haldið fram að það viti allir hvað felist í aðild að Evrópusambandinu. Það eru margir sem að vita það, en það eru líka fjölmargir í samfélaginu sem að segja skýrt og klárt að þeir vilji fá það á hreint hvað felst í aðild að Evrópusambandinu. Við eigum ekki að gera lítið úr þessum skoðunum. Þessar skoðanir eiga líka rétt á sér í lýðræðislegu samfélagi og í umræðunni hér. Það er líka sagt að það sé einstefna ferlið og aðild að Evrópusambandinu. Ég segi hins vegar, við getum auðvitað alveg farið okkar leið í þessu og það hefur engin athugasemd verið gerð við það af hálfu Evrópusambandsins að við færum þá leið sem við höfum valið í þessu efni. Ég nefndi hér áðan að Vinstri-hreyfingin grænt framboð hefði í upphafi sagt að við værum andvíg aðild að Evrópusambandinu og að við vildum þróa samskiptin yfir í tvíhliða samvinnu. Hvað felst í því? Það felst auðvitað í því að við teljum að EES-samningurinn dugi ekki. Það var afstaða okkar á sínum tíma og það á jafnvel enn frekar við í dag að EES-samningurinn er að komast í visst öngstræti eins og ykkar bæði Bjarni og Árni Páll hafi nefnt hér í sínum tölum. Þess vegna er það mín skoðun að þegar við erum að reyna að nálgast það hvernig við ætlum að haga tengslum okkar við Evrópusambandið í framtíðinni því þau verða ugglaust mikil, að þá þurfum við líka að velta upp þessari spurningu. Hvað ætlum við að gera við EES-samninginn? Viljum við hugsanlega gera á honum breytingar eða fara út úr því samstarfi? Þetta eru stórar spurningar sem þjóðin þarf að fá að velta fyrir sér. Það ríður mikið á framtíðarsýninni hvaða kostir eru í boði og ekki bara Evrópusambandið. Ég meina við verðum líka að svara því hvernig við sjáum framtíðina hér í íslensku samfélagi utan Evrópusambandsins. Ég tel mikilvægt að taka yfirvegaðar ákvarðanir og að þjóðin, hún verði að vera sannfærð það að niðurstaðan að henni hafi verið ráðið til lykta á sanngjörnum forsendum og í eitt skipti fyrir öll. Takk fyrir þetta Árni Þór. Ég verð að biðja þig annað að yfirgefa fundinn eða skilja spjaldið eftir frammi. Frummælendur verða að geta Frummælendur verða, þú verður að sýna frummælendum hérna á fundunum þá virðingu án þess að vera með þennan skæting og svikadrifs. Ég verð að biðja þig að yfirgefa fundinn eða fara fram í spjaldið.
Ef þú ætlar að sitja fundinn þá verður spjallað það. Ef þú tekur það upp aftur þá stöðvaði fundinn og læt fjara það. Það naumast. Já, það verður svo list. Guðmundur, gjörðu svo vel. Takk fyrir ákveðinu. Já, fundarstjóri, kæru fundamenn. Ég ekki með neitt spjald og til að þetta mál sé það yfirgripsmikið að það verði ekki rætt með spjöldum og ekki með upprópunum og ekki bara með statusum á Facebook eða í bloggi eða í 30 sekúndna yfirlýsingum í fréttatímum. Ég held að við þurfum að ræða þetta mikilli dýpt. Ég upplifi það þannig að ég hafi tekið þátt í ótal rökræðum heima við og annar staðar í samfélaginu, í eldhúspartíum, í heitum pottum þetta mál undanfarin svona 20 ár og sitt sýnist alltaf hverjum. Ég hef verið efasemdamaður það að gangi í Evrópusambandið en ég hef sannfærst á undanförnum árum það að þessa leið verðum við að kanna og ég til vera sterk rök fyrir því að við eigum heima í Evrópusambandinu. Stefna Bjartrar framtíðar sem eins árs stjórnmálaflokkur, var eins árs í gær. Hún nokkuð ótvíræð þegar kemur að þessu. Stefna Bjartrar framtíðar heitir ályktun stjórnar nr. 1 og að finna á heimasíðu flokksins, bjartframtíð.is. Við viljum klára aðildarviðræðurnar og við viljum gera það vel. Það finnst okkur ekki síður mikilvægt að það sé gert vel, vegna þess að versta staðan væri sú að vondur samningur yrði samþykktur. Við viljum sem sagt gera það vel og við viljum að þjóðin fái tækifæri til þess að taka upplýsta ákvörðun til þessa máls. Og það einn stór stokkur upplýsinga sem vantar núna inn í þessa umræðu alla. Það samningurinn sjálfur. Til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun, þá verðum við að geta lesið samningin. Þetta afstaða Bjartrar framtíðar og ef þjóðin ákveður að ganga inn í Evrópusambandið, þá Björt framtíð líka staðráðin í því að stuðla að því að Íslendingar verði mikilvirkir og góðir þátttakendur í ESB-samvinnunni. Innan okkar raða mjög mikið af fólki sem afskaplega jákvætt gagnvart Evrópusambandinu og vonar að við löndum góðum samningi og við förum inn. Björt framtíð grænn flokkur og hann frjálslyndur flokkur. Og bara af þessum tvennum ástæðum, vegna þess að við erum fylgjandi viðskiptafrelsi, við erum fylgjandi opnum markaði, við erum fylgjandi því að einstaklingar fái svigrúm til þess að athafna sig og til þess þurfa efnahagslegan stöðuleika og við erum róttæki í umhverfismálum og við erum mannréttindaflokkur. Bara af þessum ástæðum það rökrétt að álykta að við erum líka fylgjandi aðild að Evrópusambandinu. Af þessum ástæðum. Fjölmargir flokkar af þessu tagi í Evrópu, frjálslyndir og grænir sem leggja mikla áherslu á mannréttindamál, jafnframt Evrópuflokkar. Þannig við. Og hver þá rökin fyrir því, frá mínum bæjardyrum séð, að við ættum að ganga inn í Evrópusambandið, að því gefnu að við náum góðum samningi. Mér finnst svolítið mikilvægt að rifja upp 7. eða 7. eða 8. október 2008. Það var ein setning sem kom þá upp í hugann. Á minn herra engan vin. Mér fannst eins og við værum ekki í neinu samfélagi þjóða. Við stóðum upp í ein. Tilviljunarkennt leituðum við að lánafyrirgreiðslu allar jarðir, austur til Rússlands, til Bandaríkjanna. Við komum að neyjum, við komum að alls konar skilyrðum. Við áttum okkur ekki stað í veröldinni. Þetta fannst mér mjög merkileg upplifun og mér finnst að við verðum að glíma við þetta. Og mér finnst þetta að vera einn stærsta spurningin sem blasir við okkur núna þegar við erum í þessum ferli. Hvar eigum við stað í veröldinni? Mín niðurstaða sú að við eigum samleið með Evrópuþjóðunum. Við höfum átt samleið með Evrópuþjóðunum. Síðustu 50 árin höfum við verið að efla tengslin við Evrópuþjóðunar. Með EFTA, með EES-samningnum. Mér finnst að vera rökrétt næsta skref að við gerumst fullgildir aðilar. Og tökum þátt í þessari samvinnu sem snýst það að leysa mál. Leysa ólík viðfangsefni þjóðanna. Önnur rök sjálfstæðisrök eða fullveldisrök. Ég tel að EES-samningurinn, hann sé ekki fullnægjandi út frá fullveldissjónarmiðum. Ég tel frekar
að við höfum ekki að vera áhrifalausir þiggjendur að löggjöf, heldur að fara inn og hafa áhrif á löggjöfina með því að gerast fullgildir aðilar að ESB og þess vegna sé fullveldi þjóðarinnar betur borgið. Svo eru efnahagsleg rök. Það búið að vera viðvarandi glíma á Íslandi að kljást við efnahagslegan óstöðuleika, dýrtíðina, verðbólguna, hvað sem það kallað. Og ég held að við náum bestri lausn á þessu úrlausnarefni með samvinnu við Evrópuríkin. Og nú fundarstjórinn búinn að berja tvisvar í glas og ég hættur. Takk fyrir þetta, Guðmundur, og þá sviðið opið fyrir spurningar og sal og aftur bið ég menn að vera fremur knappa í aðdraganda að það að segja í formála spurningar. Gjörðu svo vel. Það er mikrofón eða menn. Já, Árni Björn heiti ég. Mig langar að spyrja Sigmund Davíð. Hvernig stendur það því að hann á móti Evrópusambandinu þegar Framsóknarflokkurinn hefur boðað samvinnustefnu, þegar Evrópusambandið eitt öflugasta samvinnukerfi sem við þekkjum hérna á jörðinni, allt sem viðkemur fólkinu, fjölskyldum og fyrirtækjum. Svo er að Bjarna Ben, hvernig óskopunum stendur því að hann á móti Evrópusambandinu, þar sem Evrópusambandið öflugasta ríkið, öflugasta kerfi til þess að styrkja einkaframtakið og frjáls framtak. Og svo ætla ég að spyrja Árna Þór, hvernig óskopunum stendur á því að þeir eru á móti Evrópusambandinu, þar sem að þeir hafi boðað félagshyggju og Evrópusambandið sterkasta aflið hér á þessum hnetti sem að boða félagshyggju. Og ég má öll bara fá svar þar. Nú voru margar, ég segi ekki flugurstegnar í einu höfni hérna, sem ekki gjörðu. Sættur eða? Bara sættur. Já, af þessari röksemdafærslu Árna Björns dæma virðist Evrópusambandið vera allt í senn. Það allt á því að vera frá vinstri til hægri. Og ef menn reyna að vera fyrir allt samtímis þá við ekki. Vandamálið við Evrópusambandið, til dæmis hvað varðar spurninguna svo beinti sérstaklega mér Evrópusambandið sem samvinnufélag, að það hefur vaxið of. Sumir sögðu að samvinnuhreyfingin á Íslandi hefði klikkað á því að verða of mikið veldi og of mikið skriffinnsku veldi í sís og þannig hefði hugsjónin hrunið. Ég skal ekki segja hvort það sú var raunin, en sú raunin hjá Evrópusambandinu. Það það sem að gerast í Evrópusambandinu. Það að verða veldi fyrir ofan alla hina. Samvinnuhugsunin snýst það að allir vinni saman á jafnréttisgrundvelli. Evrópusambandið orðið veldi sem fyrir ofan og æðra. Og við sjáum það til dæmis í því hvernig við taka á krísunni sem nú kom upp. Var þar samráð allra ríkja á jafnréttisgrundvelli? Nei. Það voru 2 ríki og í rauninni fyrst og fremst 1 sem sögðu hinum hvernig hlutin ætti að vera. Það ekki samvinnuhugsun. Bjarni. Já, Árni Björn sleikir hér fram þeirri fullyrðingu að þetta sé öflugasta kerfi til að efla frjálst framtak. Einmitt! Ég ætla að benda alveg byrja á það að við erum algjörlega frjáls það að langmestu leyti að setja hér reglur sem að geta eftir frjálst framtak. Og þegar þú orðaði spurningu þína hérna áðan, þá sagði Bjarni, hvers vegna ertu á móti Evrópusambandinu? Ég notaði þennan stutta tíma sem ég hafði hér áðan til að segja ég hef ekkert á móti Evrópusambandinu. Mér finnst bara að Evrópusambandið hafi ekkert með yfirráðum íslenskum fiskimiðum að gera, til dæmis, og við höfum engan áhrif að framselja frekara fullveldi yfir til stofnana Evrópusambandsins þar sem við þurfum að blanda þeim saman með hinum 27 Evrópuþjóðum. Við höfum bara ekkert með það að gera. Ég sé bara engan ávinningi. Ef menn er að velta fyrir sér vandamálum tengdum gjaldmiðlum, þá held ég að vera að líta sér nær. Þeir sem að núna tala hægt fyrir því að við þurfum að taka upp nýjan gjaldmiðil eða afleggja verðtrygginguna, þeir ætla að líta sér nær og átta sig á því að við erum að reka ríkið hér með 100 milljarða halla og við þurfum að fara að efla útflutningsgreinar. Ísland mun aldrei vera sjálfbjarga nema það flytji meira út heldur en það þarf að flytja inn frá öðrum löndum og ráði sig sjálft og sé ekki að setja meiri fjármuni til dæmis í velferðarmál heldur en að menn eru að skapa hér með verðmætasköpun í landinu. Segðu þetta við Grikki eða Portúgali eða talaðu núna við Kýpverja sem að standa frammi fyrir því að Evrópusambandið er að velta því fyrir sér hvort þeir eru nógu merkilegi til þess að vera bjargað og segðu svo við þá að þeir séu samvinnuhreyfing. Þriðji maðurinn sem var spurður í hópi þriðji formaðurinn, hver var það nú eftir? Árni Þór, gjörðu svo vel. Já, Árni Björn talar það að Evrópusambandið sé helsti boðberi félagshyggju í heiminum. Ég er þeirrar skoðunar að Vinstri-hreyfingin Grænt framboð sé miklu betri boðberi félagshyggju heldur en ESB. Og
Og það sem að við höfum náttúrulega verið gagnrýnin á innan Evrópusambandsins einmitt ekki síst það að það eru markaðslögmálin séu allsráðandi, það hagsmunir fjármagns og heimsfyrirtækja séu í allt og ríkum mæli drifkraftar Evrópusamrunans eins og við höfum orðað það og að það sé miðstýring, það sé skortur á lýðræði sem einkennir stofnanir Evrópusambandsins. Þetta er kannski kjarninn í því sem við höfum, þeirri gagnrýni sem við höfum haft uppi á Evrópusambandi. Við höfum mörg dæmi það að félagsleg réttindi lúta í lægra haldi þegar að kemur að úrlausn deilumála fyrir dómstólum Evrópusambandsins og svo framvegis. Þetta myndi ég vilja segja að væri kjarninn í okkar gagnrýni á Evrópusambandið sem fyrirbæri. Takk fyrir þetta, gjörðu svo vel á 3. bekk. Já, Hafnfreytins, ég takk hérlega fyrir fundinn. Það kom svona ein spurning upp í huga mér þegar hann Guðmundur var að tala og það sem sagt að vanda ferlið. Og nú einfallega búum við það að ferlið mjög umdeilt og svona umboð diplómata ekkert þarlegandi ekkert mjög svona samfærandi og sterkt. Væri það óeðlilegt að leggja fyrir þjóðina hvort að þið vilji halda þess aðildarferli áfram við regi eða þeir sem eru hlynntir þeirri skoðun þeir einfallega bara skýnir skróknir eins og sumir segðu hér í sjónvarpsþáttum. Takk. Guðmundur, gjörðu svo vel. Nei, þeir eru ekki skýnir skróknir, við erum bara að skiptast á skoðunum. Ég ætla að segja mína afstöðu til þessa. Ég lít svo á að við séum í ferli sem hefur skýrt umboð. Það var samþykkt þingsályktunartillaga á þingi með nokkuð skýrum meirihluta að við skyldum sækja aðild að Evrópusambandinu og sú þingsályktunartillaga og nefndarálitið sem henni fylgdi frá meirihluta utanríkismálanefndar er nokkuð skýrt líka með samningsmarkmiðum. Við skipuðum mjög góða viðræðunefnd og þar eru samningamenn á heimsmælikvarða sem eru að semja þessi mál fyrir okkar hönd og viðræðurnar hafa gengið vel. Það eru örfáir kaflar sem eru óopnaðir, þannig að mér finnst það líka mjög mikilvægt og það hlýtur að vera eitt stærsta hagsmunamáli fyrir okkar að viðræðurnar gangi vel. Eitt sem er mjög mikilvægt til þess að viðræðurnar gangi vel er að þær haldi dampi. Ef við gerum hlé á þeim, þá fara væntanlega samningamennirnir að gera eitthvað annað og þá missum við ýmis tengsl og ýmis eyru sem við höfum náð innan Evrópusambandsins og getur verið vont að ef við viljum halda því áfram að þurfa að rifja það allt saman upp aftur og þá getum við enda með að fá verri samning. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt að halda dampi. Mér finnst þetta að vera frekar einfalt mál. Við samþykktum að sækja nú náum við góðum samningi, þjóðin ákveður síðan á endanum. Það er mjög mikilvægt fyrir mér að þegar það kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu að það verði upplýst ákvörðun og það verði vönduð ákvörðun þjóðarinnar og þjóðin hafi allar upplýsingar. Þjóðaratkvæðagreiðsla á þessum tímapunktum það hvort það eigi að halda áfram er því í mínum huga í raun og veru þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við eigum að taka upplýsta ákvörðun þetta. Það finnst mér ótækt. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Gjörðu svo vel. Já, þú. Má ég biðja ykkur að kynna ykkur áður en þetta eru fram spurninguna? Sem heiti ég, takk fyrir fundinn, heimsing og við allir strákar. Ég aðeins að spyrja Sigmund, hann talar og hefur oft talað það að það sé ekkert að semja. Það er ekkert að gera. Nú síðan samþykkti Króatía eftir næstum því 10 ára samningaviðræður og það var sérstaklega samið eina sérlausn vegna landfræðilegra aðstæðna þar í landi. Það er hægt að taka fleiri dæmi, snus í Svíþjóð, landbúnaður í Finnlandi. Þannig að mér langar að spyrja hvað liggur að baki slíkar yfirlýsingar, að sé ekki neitt samning. Takk. Sigmundur Gjörsson. Já, takk. Nú þurfum við að gera greinarmun á því sem menn eru farin að kalla sérlausnir og undanþá. Sérlausnir er einfaldlega það sem að rúmast innan núverandi regluverks Evrópusambandsins. Og jú, menn segja að Svíar hafi fengið undanþágu fyrir snus og kannski mun Íslendingar þá vilja að gangi í Evrópusambandið eða geta áfram tekið neftóbak eða eitthvað slíkt. En þessar sérlausnir hafa annars vegar snúist og þá innan regluverksins, vel að merkja, snúist einhvert eitt smáatriði eins og sardínurnar á Möltu eða snusið í Svíþjóð. En hvað með stærri sérlausnir eins og Finnland var nefnt hérna og þennan heimskauta landbúnað norðan 60.000 breiddargráðu. Sú sérlausn er ekki varanleg. Það þarf að endurnýja hana á hverju einasta ári. Það er sérstök hæð
í landbúnaðarráðuneytinu í Helsinki sem vinnur bara við það að reyna að fá þessa sérlausn endurnýjaða ár fyrir ár. Og hver fjármagnar sérlausnina? Finnska ríkið. Það ekki gert með ókeypis peningum frá Evrópusambandinu. Það finnska ríkið sem þarf að borga fyrir þessa sérlausn. Svoleiðis að þegar að ég segi að það liggi skýrt fyrir hvað felist í Evrópusambandinu, þá þarf ekki að hlusta bara á mig með það. Það hægt að hlusta á stækkunarstjóra Evrópusambandsins, það hægt að hlusta á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þetta algjörlega á hreinu og allt tala það að við þurfum að sjá hvað felist í samningnum til þess að vita hvað Evrópusambandið er bara ekki satt. Það bara ekki rétt. Takk fyrir þetta. Ég að reyna að jafna þennan himinhrópandi kynjahalla þú, unga stúlka unga konu. Alltaf rauðinni, gjörðu svo vel. Sælir, Áslaug Arna heiti ég, takk fyrir góðan fund. Spurningin segir neins aðalega til Guðmundar en það var ágætt að opna myndi svara með einnig. Guðmundur sagði hérna í ræðu sinni og hefur sagt í sögru sínum 7 sinnum góður samningur. Hver góður samningur að þínu mati og það mikil frábrugði frá öðrum samningum sem önnur ríki hafa gert við sambandið? Gjörðu svo vel. Já, það nefnilega, mér finnst það svo alrangt að halda því fram að það sé ekki verið að semja neitt. Það nú tekin saman ágætis skýrsla með yfirliti margs konar, stórar og smáar, undanþágur og sérlausnir sem ríki hafa fengið í samningaviðræðum við ESB í gegnum tíðina og hún var tekin saman af ég held Birni Bjarnasyni og Davíð Oddssyni fyrir einhverjum 20 árum síðar og gefur ágætis yfirlit yfir þetta allt saman. Og ég hvet fólk til að lesa þá skýrslu sem var gefin út af Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma. Staðreyndin náttúrulega svo að ríkin hvert og eitt njóta alls konar sérstöðu. Ein augljós sérstaða okkar að við erum eyland í Norður-Atlantshafi með 200 mílna fiskveiðilögsögu og veiðum 70% af fiskinu sem við veiðum er úr stofnum sem aðrir veiða ekki. Þar með höfum við sérstöðu gagnvart sjávarútvegsstefnu ESB, þar sem Evrópuríkin þurfa að hafa sameiginlega sjávarútvegsstefnu vegna þess að þau að veiða úr sameiginlegum stofnum mestmegnis. Við ekki. Samningaviðræðurnar snúast það meðal annars og það finnst mér skilgreina góðan samning hvort að þessi sérstaða verði ekki viðurkennd og það verði þá búin til sérlausn þessi mál þar sem við höfum að sjálfsögðu yfirráð yfir okkar fiskveiðiauðlind. Þetta finnst mér vera það mikilvægasta sem ég þarf að sjá og skilgreinir góðan samning. Og svo vil ég bara minna á það að samningur með sérlausnum og eftir atvikum undanþágum, hann hefur sama status og stofnsáttmáli í ESB og það þarf samþykki allra aðildarríkja til að breyta honum. Takk fyrir þetta og ég átti að svara svo líka. Nú fyrir ekki, gjörðu svo vel, og þú ert næst með spurninguna. Já, fyrst bara af því að vikið á orðum mínum hér áðan skinni skroppinn. Það sem ég sagði var að ég teldi að það að loka leiðum að óþörfu að ég teldi ekki að það væri til nógu margir á Íslandi sem væri svo skinni skroppnir að vilja gera það, að loka leiðum að óþörfu. Ég hef fulla virðingu fyrir því að fólk sé ekki sannfært aðild að Evrópusambandinu. Ég og tek rökræðan það við alla hvenær sem er. Varðandi síðan þetta atriði sem að Áslaug Anna spyr svo ágætlega hvernig á samningurinn að vera? Hvað er góður samningur? Við vitum að það verða ótvíræður ávinningur af aðild að Evrópusambandinu og þá sérstaklega í gjaldmiðilsmálum. Við munum njóta loksins aftur þeirra réttinda sem við ekki notið 100 ára, skulda í sama gjaldmiðli og fáum borguð laun í. Og þar með getum við varið íslenskan almenning og íslensk fyrirtæki fyrir endurteknum kollsteypum. Það mun opnast fyrir okkur markaðir, það mun opnast ný tækifæri og það mun verða vaxtarmöguleikar í íslenskum landbúnaði til dæmis og með opnun markaði í öðrum löndum. Það er hins vegar sagt og haldið fram af andstæðingum aðildar að stefnan í sjávarútvegsmálum og fiskveiðistjórnun og í landbúnaðarmálum sé óaðgengilega ýmsu leyti. Muni rýra kjör bænda, muni valda því að fiskimiðin á Íslandi fari undir erlend yfirráð. Samningsmarkmiðið hlýtur að þurfa að vera að taka á þessum þáttum og verja grundvallarhagsmuni Íslands, raunveruleg yfirráð okkar yfir fiskveiðilögsögunni og aðgerðir sem að geta tryggt og varið afkomu öryggi þeirra sem byggja afkomu sína á landbúnaði. Og það er bara einfaldlega þannig að það hafa náðst sérlausnir í þessa veru í öllum aðildarsamningum sem gerðir hafa verið. Og það er nú bara einfaldlega þannig að það eru alls konar sérlausnir viðurkenndar og í gildi í Evrópusambandinu vítt og breitt og holt og bolt einstök ríki, bæði í aðildarsamningum og í einstökum samningum innan sambandsins.
Og ég vil nú bara segja, ef menn eru svona algjörlega sannfærir að þetta sé algjörlega ómögulegt, af hverju bíða þeir ekki að leyfa þjóðinni að sjá samning sem þá svona ofboðslega ómögulegur, því að þá held ég að verði víðtæk samstaða fellan. Takk fyrir það, gjörðu svo vel. Þarna. Já, komið sæl, Anna Margrét heiti ég og bara svo því sem hætti til haga þá ég formaður utanríkis- og Evrópumálanefndar Samfylkingarinnar. Ég eindregið þeirrar skoðunar að ég vil fá að sjá samninginn. Jafnvel þó ég sé mjög vel að mér í Evrópumálum, þá vil ég fá að sjá samninginn. Þekking mín byggir meðal annars að því að hafa starfað í 3 ár fyrir öll sveitarfélögin í landinu. Samt veit ég ekki hvernig samningurinn kemur til með öllum og ég vil fá að sjá hann. Mér langar að spyrja Sigmund Davíð og Bjarni Benediktsson sem ábyrga stjórnmálamenn, en mér finnst þetta mjög mikið ábyrgðarmál. Nú hafið þið örugglega lesið skýrsluna sem kom frá Evrópusambandinu núna í desember framvindu og framhaldstíð EES-samningsins. Þið vitið það, jafnvel aðrir sem að lesa þetta, að hann ekki til frambúðar. Þess vegna spyr ég, þið komnir með áætlun það hvað þið ætlið að gera þegar þessi samningur gengur sér til húðar? Bjarni og svo Sigmund. Já, gerir þetta eitthvað gagn þetta hérna? Eitthvað pínu líka. Heyrist ekki vel út í Anna Margrét? Já, ok, ég vona að það heyrist ágætlega. Nú, fyrsta lagi, þú segist vilja að fá að sjá samning og það brennir mjög heitt á þér að fá að sjá samning og það sé ósanngjarnt að fá ekki að sjá samning. Nú, er það ekki bara þannig ef að kosið verður þetta, þá mun það ráðast af því hvort það eru fleiri sömu skoðunar það vanti stokk í spilið eða svör við spurningum. Niðurstaðan mun ráðast af því hvað meirihlutanum finnst þetta efni. Og þeir sem eru sömu skoðunar og þeir munu þá væntanlega í þjóðaratkvæðagreiðslunni segja já, höldum viðræðunum áfram og fáum samninginn. Þetta ekkert mikið flóknar en þetta og ég skil ekki hvers vegna það ætti að vera ósanngjarnt að bera slíka spurningu upp við þjóðina eða láta sem svo að henni sé ekki treystandi til að taka afstöðu til hennar á sömu forsendum og fólk getur gert með svona skýrum hætti sem að tekur til máls hér í dag. Í öðru lagi varðandi framtíð EES-samningsins, já það skiptir auðvitað mjög miklu máli að EFTA-þjóðirnar í EES-samstarfinu standi í lappirnar gagnvart Evrópusambandinu. Ég ekki sammála því sem hefur svo oft komið fram í umræðu EES-samninginn að EFTA-þjóðirnar, þar með talið Ísland, séu einhvern veginn viðtakendur löggjafar án þess að hafa nokkurn tímann haft neitt það að segja. Í fyrsta lagi eiga Íslendingar fjölmörg tækifæri áður heldur en að lög eða reglugerðir eða tilskipanir færðar inn í EES-samninginn til þess að hreyfa andmælum og biðja sérstakar aðlaganir. Það gera menn til dæmis á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Og við mættum hafa gert miklu meira af því að beita okkur á þeim vettvangi heldur en við höfum gert, en við erum að hysja aðeins upp okkur buxurnar með sérstökum aðgerðum sem þingið hefur gripið til. Í öðru lagi þá krafa Evrópusambandsins sem að birtast á nýjum sviðum að Evrópusambandið fái til sín úrslitavald í ákvörðunum á fleiri sviðum og taki þannig vald frá sameiginlegum stofnunum og með þessu hverfi frá hinu tveggja kerfi EES-samningsins. Hún ósanngjörn og hún hvílir ekki á neinum samningslegum rétti. Og EFTA-þjóðirnar verða sjálfsögðu að mæta Evrópusambandinu og andmæla þessu og það einfaldlega óþolandi að menn láti bara sem svo að Evrópusambandið geti komist upp með það sjálfviljugt að grafa undan öllum stoðum EES-samningsins á þess að menn hreyfi legg né lið. Og ég segi bara, við skulum þá bara gera athugasemdir við þetta, setjast niður með þeim og færa EES-samninginn í það horf sem ásættanlegt fyrir okkur en ekki sitja aðgerðalaus hjá eða segja að eina leiðin fyrir okkur sé að láta þetta yfir okkur ganga og gangi í Evrópusambandið til þess að bregðast við því. Takk fyrir þetta, Bjarni Sigmundur. Já, en þetta með að fá að sjá samninginn, samning sem að í rauninni í öllum aðalatriðum liggur fyrir. Og ég var að fara yfir þetta með áðan. Það stöðugt að verða að reyna að benda Íslendingum á það að ef þeir að sækja aðild að Evrópusambandinu þá séu þeir að sækja að verða þátttakendur í því sem Evrópusambandið gengur út á. Ætlar einhver að halda því fram að það hvort að landbúnaðarreglur sambandsins taki allar endanlega gildi 15. maí eitt árið eða
31. desember muni ráða úrslitum hvort viðkomandi ætli að styðja aðild að Evrópusambandinu og öllu því sem fylgir eða ekki. Eða það hvort menn fá að taka neftóbak aðeins lengur eða borða hákarl. Muni það ráða úrslitum það hvort að Ísland ætlar gjörsamlega að breyta framtíð sinni og gangi í Evrópusambandið. Við hljótum að geta rætt það hvort við viljum gangi í Evrópusambandið út frá þeim staðreyndum sem liggja fyrir það hvað Evrópusambandið er. En af hverju þá þessi umræða? Hún náttúrulega hluti af því sem að ungverskir kommunistar kölluðu salami-taktík. Taka eina sneið í einu. Taka eina sneið þannig að menn get ekki mótmælt svo mikið í hvert og eitt skipti. Hvernig fór þetta ferli af stað? Jú, það átti bara að prófa að leggja umsókn. Svo kæmi kannski í ljós fljótlega að við næðum ekki árangri. Kannski kæmi í ljós að við getum ekki fengið undanþágur í sjávarútvegsmálum og þá þyrfti ekki að halda áfram. Þannig að allt í lagi bara að byrja á svona sjá hvað setur. Og svo þetta tekið svona eitt og eitt skref í einu og eftir því sem hlutin komið í ljós, þá býtum nú við, ef ekki að sjá aðeins meira. Þangað til við erum komin á þann stað að samningur nokkurn veginn frágenginn og þá ætla menn ekki að setja inn í þjóðaratkvæðagreiðslu 1, 2 og 3, ekki nema þeir sjái að árangurinn af áróðustarfinu sé búinn að skila sér og það sé komin rétti tíminn til þess að setja samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þess vegna svo mikið áhyggjuefni að menn skuli ekki vilja leyfa þjóðinni raunverulega að stýra ferlinu. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Ekki mikrofón, það kallar samsæri íslensku þegar hópmann náttúrulega saman að fremja refsiverðan verknað eða glæp eða afbrot. Og refsilöggjöf Íslands bannar mönnum að gera samsæri það að framselja hluta fullveldi landsins til erlendra þjóða. Nú það ljóst að tveir flokkar á Íslandi hafa einmitt gert þetta, þeir hafa gert samsæri að gera þetta. Og mér á ekkert að draga þá fyrir dóm, á ekkert að gera til þess að refsa þeim, eða eru menn kannski að bíða eftir því að Pírataflokkurinn hann framselji hluta fullveldi okkar til Norður-Kóreu, þannig að það Hver á að svara þessari spurningu? Pallar setti hérna út allt land. Kjarnorkuveldur á pallar. Spurningu, takk fyrir til Ég segja á ekki að sækja þá menn sem hafa brotið refsilöggjöf landsins og framið landráð, á ekki að sækja þá til saka. Ríkissaksóknari nú ekki hér við borðið, þannig að það ekki mitt að svara þessu. Hver afstaða þeirra til þess? Hvort það að sækja menn til saka fyrir refsiverða verknað? Vill einhver svara þessari spurningu hér við borðið? Já, ég hvet ekki til þess, skulum við segja. Gjörðu svo vel, þú varst aðstofn. Já, Frosti Sigurðsson heiti ég og þakka ykkur fyrir frábæra framsögu. Ég veit aðeins bara velta fyrir mér varanleika þessara varanlegu undanþágna sem að reyna að semja um. Mér skilst að það ekki gangi Evrópusambandinu að fá varanlegar undanþágur. Það reyndar bara 30% þjóðanna sem vilja gangi Evrópusambandinu skoðanakönnunum. Og þá örugglega bara ef að það fást varanlegar undanþágur. En hversu varanlegar hafa þessar undanþágur reynst og hvað nú að tala um á þessari graflundan samningum með Efnahagssvæðið? Við viljum bara aðeins fá að vilja eitthvað þetta kannski á Sigmundur og Bjarna. Gjörðu svo vel. Af hverju má ég ekki svara þessu? Er þetta svona hönnuð spurninga atburðarás? Eru bara sögum sem þú segir á? Hversu varanlegar undanþágurnar eru? Þær eru ekki varanlegar. Það liggur alveg ljóst fyrir og það eitt af því sem að menn hafa hvað eftir að reynt að benda okkur á. Þær eru ekki varanlegar. Ertu að reyna að tróða þér inn í að fá að svara þessu með því að vera með leikrann til? Af hverju senda þið bara ekki punta til að svara þessu? Ef ég má ekki svara þessu. Nú hér frumsýning á nýjum formanni Samfylkingarinnar sem að tala um frið og spekt. Ég hefði nú viljað sjá meiri frið og spekt frá honum á þessum fundi. En undanþágur eru ekki varanlegar. Þær snúast það hversu lengi menn geti verið að aðlaga sig að regluverkinu. En hins vegar spurningin kannski miklu áhugaverður ef maður spyrja hvaða undanþágur varanlegar eða ekki hafa menn fengið á þessum 4 árum sem menn hafa staðið í þessu öllu. En nú máttu ekki búa bæði spurningarnar og svörin Bjarni. Hann búinn að því hvað sem Sko, það eru undanþágur og undanþágur. Í áliti meirihluta utanríkismálanefndar var út frá því gengið að það sem við höfum verið að ræða svona í umræðinu á Íslandi sem undanþágur eða sérlausnir væri hluti af aðildarsamningnum. Sem ekki það sama eins og ef menn fá tímabundnar undanþágur sem að menn þurfa að greiða úr í framhaldinu. En mér finnst miklu skipta þegar menn ræða sérlausnir og undanþágur
varanlegar eða ekki, að bara taka þessi dæmi. Það sagt að það séu mörg dæmi. Hvaða dæmi hafa verið nefnt hér í dag? Jú, Svíar fengu áfram að taka munntóbak í vörina. Er það stórkostlegt efnahagslegt mál? Er það það? Var það þetta stærstu útflutningsatvinnugrein Svía? Eistar, utanríkisráðherra þeirra var hérna daginn. Ég spurði hann hvernig gekk ferlið fyrir sér? Hvað var erfitt? Hér er talað mikið mikilvægi þess að fá góðan samning. Hvað var góður samningur í huga Eista þegar þið voruð að ganga í Evrópusambandið? Já, við lentum í miklum vandræðum vegna þess að það búa margir bændur í skógar í aðrinum, sagði hann. Og þeir þurfa áfram að skjóta refi til þess að þeir gangi ekki í búfénað. Það var úlfur. Eða úlfar. Gott og vel. Evrópusambandið sýndi þessu lengi vel engan skilning. Aðildarríkin hinn vildu ekki að þeir eru skotnir úlfar í Íslandi, en það tókst með herkjum að fá leyfi til þess að gera það áfram til þess að landbúnaður í skógarjaðrinum myndi ekki leggjast alfarið af. Menn hafa nefnt Möltu og talað sjávarútveg Möltu. Heildarafli maltverja er eins og einn línubátur landar á ári á Íslandi. 938.000 tonn. 938 tonn, fyrir ekki. Já, 900 tonn, þetta er bara ekki. Góður línubátur fer upp í 1500. Sko, ég bara taka þátt í þessari skemmtilegu leiksýningu, það er ekki hægt annað, sko. Nei, ég verð bara að biðja menn að hugleiða þetta þegar við erum að tala undanþágurnar sem við erum að leitast eftir. Þær eru allt annars eðlis og þrátt fyrir ítrekkaðar ferðir til Brussel, þá hefur aldrei komið skýrt svar og þrátt fyrir 4 ára viðræður við Evrópusambandið er enn ekki komið upp á borðin samningurinn eða viljinn til þess að veita undanþágur á borðið þær sem að menn hafa verið láta sig dreyma hér. Það bara er ekki þannig. Af því Árni Páll er nýorðinn formaður þá ætla ég að veita þá undan þá að hann má svara þessari spurningu þó hann hafi ekki verið spurður en það er stutt. Sko, það er endalaust þetta flytja svona tröllasögur og brandara og við erum nú búin að heyra það hérna árum saman, áratugum saman, það er að banna, bogna, banana og svo framvegis og framvegis. Sko, svona draugasögur í myrkri er nákvæmlega ástæðan fyrir því að það er mikilvægt að kjósa raunverulegan aðildarsamning en ekki einhverja óljósa hugmynd sem er byggð á svona blaðri. Það er auðvitað þannig að það eru varanlegar undanþágur frá til dæmis fjárfestingafrelsi sem að nokkur lönd hafa fengið. Danir til dæmis með sérstaka undanþágu frá upptöku evrunar og hún er ekki tímabundin. Þannig að það að halda því fram að það sé gengi gegn grundvallar þjóðarhagsmuni þjóða er bara rangt og ef menn eru svona sannfærðir það, hverju er þá að tapa að leyfa okkur að klára samningaviðræðurnar gott fólk? Gjörðu svo vel, þú er snart. Já, takk. Það var ándreitingin. Mér datt þegar Guðmundur sagði á minn herra ungmann vin. Jú, við áttum einn vin. Það var Færeyingar. Já, vin í vestri, í Kanada. Já, og þá spyr ég Guðmund, telur hann að mafíufóringi verði vinur hans ef hann gengur honum á hönd? Það var fyrsta spurning. Næst til Árna Páls. Hann kallar það krónískan vanda þegar kjör íslenska verkafólks eru rýr með því að rýra gengi krónunar. Er það þá evrískur vandi ef við fáum bara færri evrur í launaeinslæðið og það mikið betra? Í Grikkland er það þannig að til dæmis stórverkamenn launum og lagði þessum evru í 600. Er það eitthvað mikið betra? Hvort vil ég vera að láta ekki að staðan? Voru það ekki báðir Árni Páll og Guðmundur? Jú, ég fekk spurninguna hvort maður ætti að ganga mafíun á hönd og til grundvallar spurningunni liggur greinilega ákveðin heimsmynd að Evrópusambandið sé mafía og auðvitað verðum að vara við það í umræðinni að hún virðist stundum svolítið tvískipt og það eru til þeir sem að telja að Evrópusambandið sé einhvers konar samsæri eða mafía 27 ríkja gegn okkur. Snúist það að reyna einhvern veginn að koma okkur á knýja. Ég upplifi Evrópusambandið sem samvinnuvettvang Evrópuríkjanna sem meðal annars hefur komið á friði í Evrópu. Evrópa hefur þolað mjög mikil átök gegnum tíðina og Evrópusambandið, nýkrýndur friðarverðlauna Nóbels, hefur komið á friði í Evrópu og það er stórbrotið. Þetta er gert með þessari hugmyndafræði að þarna ríkir sem sagt svokölluð konsensuspólitík. Að 27 fullvalda ríki og kannski 28 með okkar aðild, þau koma saman á opnum vettvangi og lýðræðislegum og taka sameiginlegar ákvarðanir og í sumum mikilvægum ráðum sambandsins er ekki tekin ákvörðun nema allir séu sammála. Þessi umgjörð
til þess að leysa sameiginleg viðfangsefni og við höfum aldeilis þurft að þola ýmislegt á undanförnum árum út af því að ég verð að biðja að stytta. Já, sameiginleg viðfangsefni eins til þess alþjóða fjármálakerfið, umhverfismál og svoleiðis leysum við best í sameiningu og við höfum vera aðilar að því samstarfi. Þetta ekki mafía. Já, Þorvaldur spurði hvort það væri betra að fá færri evrur í umslagið vegna efnahagsáfalla heldur en að þola gengisfellingar. Og svarið augljóslega já. Vegna þess að það þarf að semja það við verkalýðshreyfingu. Mér finnst það gaman. Mér finnst það gaman að fá þetta tækifæri til að taka hér svona byrjanda kúrs í marxisma við Þorvald. En ég ætla bara að segja það. Það er víst samið það. Jú, verkalýðshreyfingin hefur samningsrétt í þessum löndum og það er þá allavega atriði að það verður að finna á því lausn. Mér finnst það sérkennilegt að menn sem þykjast tala fyrir íslenska alþýðu og launþegi í þessu landi mæli því bót að það sé efnahagskerfi sem sé byggt upp þannig í 100 ár að það sé hægt að rýra einhliða kjör almennings í þessu landi og að almenningur búi ekki við raunverulegan samningsrétt. Takk fyrir þetta, Björn. Ólafur Björn Jónsson heiti ég. Það er að spyrja Guðmund og Árna, ég kom nú ekki öðrun að beina einnig spurningu til því, fyrstur í spurningum, að þið tala áhrif sem við höfum innan sambandsins ef við framsjörum löggjafar, dómsvald og framkvæmdavald. Nú hafa Norðurlandaþjóðirnar sem að hverja farið þá leið að taka bara eitt mál því þið geta ekki haft áhrif á fleiri en eitt mál. Þeir hafa ekki nægilega marga sérfræðingar, þeir hafa ekki nægilega mannfjölda, þeir verða bara einhverjum þessu einu og taka úr restin einn. Ég ætla að fá ykkur vangaveltur með þetta og svo langaði mér svo ekki að örfara hugleiðingar Guðmundar á það með það að við höfum ekki haft neina vini og þetta hefði verið slæmt upplifun sem þú fékkst og við erum enga síður í aðeins að EES samning og við erum þá hluti af Evrópusambandinu að taka nokkuð leið. Til lítið þið svo á að Evrópusambandinu líti á þennan hluta samningsaðala sem óvinni sína eða eitthvað óæðri íbúa og tenni því virkilega að þessi verði eitthvað munur á afstöðu Evrópusambandsins hvort sem við sem allir eða inn eða ekki þegar sömu lög gildum og eins og til dæmis innstæðutryggingamálum fræga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Má ég biðja um að hafa svörin stutt því að það fyrir að sneiðast tímann. Já, þetta einmitt, ég lít svo á því stöndum fram fyrir valkostum og einn valkosturinn sem að stendur frammi fyrir okkur þegar við munum greiða vonandi atkvæðið samningin ekki hvort við að vera í EES og þá raun og veru þiggjendur að löggjöf með mjög litlum áhrifum, mjög litlum. En þiggjendur mjög mikill, það er mjög mikið framsalvald sem felst í EES-samningin, en ekki þáttaka. Ég tel að frammi fyrir þessum valkostum sé betra að velja ESB með góðum samningi og gerast á þáttakendur. Ég held að höfum ýmislegt fram að færa. Ég held að rödd smáþjóðar eins og okkar þurfa að heyrast við þetta borð. Við erum framalega í ýmsum mannréttinda- og jafnréttismálum. Við erum önnur stærsta fiskveiðiþjóð Evrópu með mjög mikla sérþekkingu á því sviði. Við þurfum að hafa áhrif á norðurslóðamálin innan Evrópusambandsins og dæmis er tekið. Við höfum ýmislegt fram að færa og ég er viss að okkar rödd hún mun hljóma þarna mjög skorinnirt í þessum sölum og við munum hafa mikil áhrif og þau vil ég hafa. Já, auðvitað er það þannig að við munum þurfa að forgangsraða eftir aðild að Evrópusambandinu og það er alveg rétt sem þú bendir á, hárrétt að starfið getur verið umfangsmikið. En það hafa önnur lítil ríki ráðið við þetta með ágætum og auðvitað forgangsraðu þau og við myndum auðvitað gera það. Valkosturinn í óbreytta ástandi er sá að við tökum allt yfir. Þarna getum við forgangsraðað, við getum hort á þau atriði sem við viljum sérstaklega beita okkur í og það má heldur ekki gleyma því að svo myndast ólík bandalög sjónarmið í ólíkum málum sem við tökum þá þátt í og það er auðvitað grunnurinn. Með þáttökunni fáum við áhrif og ég held að þeir sem að Evrópusambandið líti ekki á okkur sem óvinni af því við erum í EES en samningsskyldur við okkur annars eðlis. Þannig að þegar við erum við borðið þá er það þannig að menn verða að reyna að ná utan hagsmuni þeirra sem sitja við borðið. Þegar menn eru ekki við borðið þá eru þeir eins og enski málshátturinn segir out of sight, out of mind. Það er bara ekki verið að hugsa hagsmuni þeirra þegar verið er að marka reglur. Takk fyrir þetta. Og það er grundvallarmunurinn. Svo mér langar að koma tveimur punktum að. Það er annars vegar varðandi þetta að við höfum engan vin átt hér í miðri krísunni. Biðja menn aðeins að hugleiða það að það sem er að gerast í Evrópusambandinu í dag er miklu meiri samþjöppun og samræming regluverksins sem hefði þýtt í miðjuhruni ef að nýja regluverk Evrópusambandsins hefði gilt hér á Íslandi
þar sem að evrópska fjármálaeftirlitið hefur síðasta orðið yfir fjármálaeftirlitum aðildarríkjanna. Það hefðu menn ekkert sjálfdæmi haft það að setja hér neyðarlög og koma bönkunum á fót með þeim hætti sem gert var. Hitt er þetta. Hitt er þetta. Já, segðu það við Grikki, segðu það við Dani, segðu það við Portúgala og Spánverja og alla þá sem eru að gera upp þrotabú banka. Segðu það við Frakka sem eru búin að horfa á hvern bankann á fætur öðrum. Er einhver að mæla fyrir því að taka þetta upp og afsala þetta vald og halda íslenska krónu og það er bara enginn að tala um það. Þetta er bara ekki rétt. Hitt er þetta. Þakka öllum kærlega fyrir komuna, fundar mönnum og ekki síst frummælendum. Takk fyrir fundinum.